Fundarstjóri, ágætu fundamenn. Ég þakka kærlega fyrir gott boð að fá að taka þátt í fundunum hér í dag. Og þetta fundarefni sem hér til umfjöllunar. Nú það í okkar huga engin á því að það unnt að einfalda alla stjórnsýslu, leyfisveitingar og eftirlit með atvinnulífinu verulega frá því kerfi sem hefur verið byggt upp á undanförnum áratugum og ná jafnframt sama árangri en með mun minni tilkostnaði en nú er. Það liggja miklir möguleikar í hagræðingu hjá stofnunum sem hafa eftirlit með starfsemi fyrirtækjanna. Fjölmargir aðilar gera út af örkinni eftirlitsmenn sem taka út ákveðin hlut af starfseminni. Eftirlitið meira og minna sambærilegt og beinist að því að skoða hvort tiltekinn búnaður, vara eða þjónusta uppfylli kröfur sem gerðar í reglum. Beinn kostnaður við rekstur helstu eftirlitsstofnana landsins af stærðargráðunni 20 milljarðar króna á ári eða rúmt 1% af landsframleiðslu. Töluverður hluti af þessum kostnaði innheimtur hjá fyrirtækjunum. Samt þá ótalinn kostnaður fyrirtækjana við að sinna eftirlitsfólkinu þegar það kemur í heimsókn og skriffinnskunni sem í kjölfarið fylgir. Þar við bætist kostnaður við alla skýrslu sem þarf að skila stofnunum, auk þess kostnaðar sem kröfurnar hafa í för með sér. Það má færa fyrir því rök að flest ný lög sem Alþingi hefur sett kalli á eftirlit til að fylgjast með framkvæmd þeirra. Og til þess að unnt sé að hafa eftirlit, þá verður að vera eftirlitsstofnun. Það hefur hins vegar verið ljóst nokkuð langa hríð að þessi þróun komin á endastöð og að lengra verður ekki gengið. Allt og mörg dæmi skörun milli stofnana, tvíverknað og jafnvel árekstra. Það má segja að heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga sé í miðju eftirlitsstarfseminnar. Heilbrigðisnefndirnar sjálfstæðar og heyra ekki undir eina yfirstjórn. Þær fara með eftirlit í umboði umhverfis- og auðlindaráðuneytisins og svo í umboði atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins matvæli og þeirra framleiðslu. Heilbrigðiseftirlit annars vegar verkefni í umboði ríkisins, það að segja starfsleyfisútgáfu og eftirlit með starfsemi, og hins vegar almenna þjónustu við sveitarfélög og íbúa þeirra. Ætla má að 75% af starfsemi heilbrigðiseftirlitsins sé tengd eftirliti með fyrirtækjunum en 25% sé þjónusta við sveitarfélögin. Og í heild gjöld heilbrigðiseftirlitsins 700 milljónir króna á ári. Það sem við höfum bent á óeðlilegt að heilbrigðiseftirlit hefur einnig beint eftirlit með fjölbreyttri starfsemi sveitarfélaganna, fráveitum, vatnsveitum, skólum og mötuneytum og veitir þeim starfsleyfi. Þannig sveitarfélögin í þeirri stöðu að veita eigin starfsemi starfsleyfi og hafa síðan eftirlit með henni. Þetta skipulag alveg óviðunandi og stangast á við alla góða stjórnsýsluvenjur. Það því miður einnig dæmi það að heilbrigðisnefnd sé notuð til að ná fram pólitískum markmiðum með því að veita ekki tiltekin starfsleyfi eða gera kröfu til starfsemi sem ekki eiga sér stoð í lögum sem heilbrigðiseftirlitið á að starfa eftir. Einnig hefur margoft verið bent á að efnislegum kröfum misjafnlega framfylgt eftir umdæmum og að kröfurnar geta verið mismunandi eftir því hvaða umdæmi starfsemin heyrir undir. Til þess að unnt verði að ná árangri við einföldun og hagræðingu í eftirlitsstarfseminni verður að stokka upp heilbrigðiseftirlitið. Sú leið sem líklegust til að skila árangri við að draga úr kostnaði atvinnulífsins, auka hagræðingu og getur einnig lækka framlög til stofnana á fjárlögum að sameina einn stóran hluta af eftirlitsstarfsemi og frekast unnt í eina eftirlitsstofnun. Þar færi fram eftirlit sem nú heyrir undir mörg ráðuneyti og í fæstum tilvikum þyrftu önnur leyfi til reksturs en þau sem þessi stofnun myndi veita. Og undir að nálgast allar almennur upplýsingar skilyrði til atvinnurekstrar á einum og sama stað. Grunnur að nýrri stofnun fengist með því að sameina núverandi umdæmi heilbrigðiseftirlits í eitt og skilja almenna þjónustu við sveitarfélögin frá. Stofnunin tæki síðan við öllu eftirliti frá umhverfisstofnun og matvælastofnun. Þær hins vegar hreinar stjórnsýslustofnanir sem að sinna undirbúningi nýrra reglna, stefnumótun og öðrum verkefnum sem þeim falin, auk þess að fylgjast með gæðum eftirlitsins. Með þessu væri haldið í styrkleika núverandi kerfis sem felst í starfsstöðvum allt land. Möguleikar á starfsþróun myndu aukast og þjónusta í aðalatriðum veitt í heimabyggð.
Lögð yrði áhersla á að allt eftirlit yrði áhættumiðað, rafræn samskipti yrði aukin, úrtaksskoðunum beitt og í stað víðtækrar starfsleyfisskyldu yrði í flestum tilvikum nægjanlegt að tilkynna nýja starfsemi til stofnunarinnar sem yrði þá leið yfirlýsingu að viðkomandi hefði kynnt sér kröfur til starfseminnar og uppfyllti þær. Hið nýja heilbrigðiseftirlit myndi einnig annars töluverðan hluta af eftirlitsverkefnum sem nú sinnt af Fiskistofu, Vinnueftirlitinu, Neytendastofu og fleiri aðilum. Það getur einnig tekið yfir allt markaðseftirlit sem nú sinnt af ofangreindu stofnunum og mannvirkjastofnunum, svo dæmi sé tekið. Það er rétt að taka fram að það er ekki verið að kalla eftir því að dregið verði úr efnislegum kröfum til fyrirtækjanna. Heldur að beitt verði nútímalegum aðferðum við eftirlitið, dregið úr skoðurinn og reynt að gæta ítrustu hagkvæmni. Það eru atvinnurekendur sjálfir sem bera ábyrgð á sínum rekstri, framleiðslu sinni og þjónustu. Það eru þeir sem verða fyrir tjóni ef eitthvað bregður út af í rekstrinum og það er þeirra hagur að starfa í samræmi við lög og reglur. Það er hins vegar mikill misskilningur að opinbert eftirlit, sama hve umfangsmikið það geti komið í veg fyrir alla ágalla í búnaði vöru eða þjónustu. Það ráða fyrirtækin og viðskiptavinirnir mestu. Áður en starfsemi fyrirtækja getur hafist þarf að sækja ótal mörg leyfi og reglurnar sem uppfylla þarf eru fleiri en komið verði á tölum. Lög skeldýrarækt lýsa þessum vanda ágætlega. Samkvæmt lögunum þarf eftirlit 3 aðila, Fiskistofu, Landhelgisgæslu og Matvælastofnunar með starfseminni. Tilraunaleyfi eru veitt til að hámarki 6 ára og þau fjalla Fiskistofa, viðkomandi sveitarstjórn, Matvælastofnun, Landhelgisgæslan, Byggingafulltrúi, Hafrannsóknastofnun, Samgöngustofa, Umhverfisstofnun, Orkustofnun og Náttúrufræðistofnun Íslands. Svo það náttúrulega sækja ræktunarleyfi að loknu tilraunatímabili og þá þurfa sömu aðilar að fjalla málið að nýju. Og svo má ekki gleyma því að þessi starfsemi þarf einnig starfsleyfi Umhverfisstofnunar eða heilbrigðiseftirlits og þaðan fara umsóknir einnig til umsagnar fjölmargra aðila. Það sjálfsögður allur kostnaður síðan innheimtur hjá umsækjandanum. Hvenær sem má síðan afturkalla leyfi af ýmsum ástæðum og var miklu nær að kalla þetta lög bann við skeldýrarækt og erfitt að sjá fyrir sér að lögin hvetji til fjárfestingu á þessu sviði. Annað dæmi sem nú til umfjöllunar á Alþingi einföldun leyfisveitinga til fiskeldis og eftirlit með því. Það rísa eftirlitsstofnanirnar upp og finna málinu allt til foráttu. Í einni umsögnum frumvarpið segir, og nú kemur bein tilvitnun, tillaga frumvarpsins einn móttökustað fyrir umsóknir leyfi áhugaverð að mati Umhverfisstofnunar. Umhverfisstofnun vill þó benda á að eftir að umsókn hefur verið send inn, þá hún ekki gild fyrir stofnunin hefur farið yfir hana og samþykkt. Í greinargerð tiltekið að starfsleyfis umsækjandi þurfi einungis að hafa samskipti við eina stofnun. Umhverfisstofnun telur ekki raunhæft að öll samskipti fari gegnum einn aðila. Tilvitnun lýkur. Svo segir áfram í umsögninni. Hvað verðar setningu lögbundins afgreiðslutíma vegna útgáfu starfsleyfa fyrir fiskeldi vill stofnunin benda á að skapast getur ójafnræði við það að settur lögbundin afgreiðslutími en ekki fyrir aðra starfsemi sem heyrir undir lög hollustuhætti og mengunarvörn. Umhverfisstofnun hefur þegar sett sér málshraðaviðmið vegna vinnslu starfsleyfa sem 180 dagar og að lokum segir í umsögn Umhverfisstofnunar. Í dag hefur stofnunin ekki náð markmiði sínu hvað varðar málshraða en þróunin upp á síðkastið jákvæð. Hvað þýðir nú þetta? Þetta þýðir að því að það ekki hægt að hraða afgreiðslu starfsleyfa fyrir eina atvinnugrein þá er verið að mismuna öðrum. Þessi langi afgreiðslutími vekur líka athygli. Kannski þetta liður í svokallari slóð stjórnsýslu sem Kristín Linda talaði hérna áðan. Það er ekki eins og stofnunin sé að drukkna í starfsleyfisumsóknum því þær voru samtals 29 á 3 ára tímabili frá 2011 til 2013, innan við 10 ári. Á sama hátt leggst stofnunin gegn því að eftirlitsheimsóknirnar verði framvegis á vegum Matvælastofnunar eftir sameiginlegum gátlistum
sem þó sameiginlegt aðferðafræðin sem nú beitt í samstarfi við heilbrigðiseftirlitið. Rökstuðningurinn vísar til meintra umhverfishagsmuna sem engin leið að sjá að verði verð fyrir komið en áður. Stofnunin missir að vísu þann spón úr sínum aski að geta sendt mörg 100.000 króna eftirlitsreikninga til fyrirtækja sem ekki hafa hafið starfsemi. Af umsögn Umhverfisstofnunar má ráða að hér á landi sé búið að koma upp hennu fullkomna eftirlitskerfi sem engin leið sé til að hrófla við. Ég leyfi mér nú að skora á stofnunina að endurskoða afstöðu sína til þessa máls og hjálpa til við einföldun leyfisveiting og eftirlits með fiskeldi. Umhverfisstofnun hefur verið að endurskoða starfsleyfi fiskimjölsverksmiðja hér á landi. Eins og kunnugt þá vinna þessi fyrirtæki mjöl og lýsi úr fiski og aukaafurðum eða afskurði frá fiskvinnslunni. Umhverfisstofnun hefur hins vegar ákveðið að taka fram í starfsleyfunum að fyrirtækjanum sé heimilt, eins og það stendur, heimilt að framleiða fiskimjöl og lýsi úr fiski, afskurði og öðrum fiskúrgangi sem ætlaði til endurvinnslu í verksmiðjunni. Á undanförnum áratugum hefur átt sér stað mikil viðhorfsbreyting í sjávarútvegi. Lítið á allan afla sem hráefni til vinnslu og markmiðið hefur smám saman orðið að nýta allt til framleiðslu eins mikilla gæða afurða og frekast unnt. Þetta á við fyrirtæki sem að þurrka fiskhausa til manneldis og geta ekki talist úrgangsfyrirtæki. Þetta á við fyrirtæki sem að þurrka roð í tískuvörur sem ekki eru heldur úrgangsfyrirtæki og heldur ekki þau sem vinna lyf og lækningavörur úr fiskinniblum. Viðhorf stofnunarinnar til vinnslu sjávarafurða eins og það birtist í mjög háfleygu lögfræðiáliti í besta falli eins og aftur úr steinöld og nauðsynlegt að stofnunin endurskoði einnig afstöðu sína til þessa máls og viðurkenni að fiskimjölsverksmiðjurnar séu ekki úrgangs- og endurvinnslufyrirtæki heldur framleiði fóður og manneldisvörur og nýti til þess besta fáanlega hráefni. Umhverfisstofnun verður að líta á sig sem þjónustustofnun sem flækir ekki að óþörfu leyfisveitingar og eftirlit með atvinnufyrirtækjum. Það blasir við að hátt flækjustig regluverksins dregur úr vexti fyrirtækjana og heldur aftur af stofnun nýrra. Þess vegna svo brýnt að greiða úr flækjum og minnka kostnaði fyrirtækjana við að fylgja reglum. Íslenskt samfélag þarf á því að halda sem flestir vilja stofna fyrirtæki og að gata þeirra sé greið. Fólk þarf að geta hafið rekstur og tekið áhættu með uppbyggingu nýrra starfsemi. Það eru hagsmunir allra. Þannig þróast samfélagið áfram, ný verðmæti verða til, störf skapast og lífskjörin batna. Takk fyrir.